kynleiðréttingarferli ákvörðun að einhverju leyti. Þú ákveður og þú ætlar að gera allar þessar breytingar og allt þetta commitment og eða, þú veist, eða bara jafnvel það að labba í þjóðskrá og vera ekki búin að gera neitt ef ég segist vera karlmaður, þá er það mín ákvörðun. Ég get ekki ætlast til þess að allt dansi eftir sko mínum ákvörðunum í lífinu þegar, þú veist, ef þær eru upplýstar og maður veit fyrirfram að hlutinir mun ekki vera einfaldir. Og ég beri mitt alveg hellingsvirðingu fyrir fólki sem hefur farið í kynleiðréttingarferli af því að það vissi hvað var að fara út í og ég gerir ráð fyrir að það tók þessar upplýstu afstöðu en þá finnst mér líka mjög skrítið, þú veist, að vilja alltaf ekki nota sérúrræði ef þú veist að það fyrir sér eitthvað valdi öðrum miklum óþægindum, usla eða þú veist, bara einhverju veseni, þú veist, ok, eins og bara með fatlað fólk. Mér finnst ekki þessi krafa þar, þú veist, jú, auðvitað að rými séu aðgengilega og fólk geti nýtt sér þau, en bara ef ég fer á veitingastað og matseðillinn ekki á punktaleitri, ég þarf að googla matseðilinn og fara fullt af einhverjum ekstra skrifum til þess að nálgast hann og það er bara orðið partur af mínu veruleika og ég er ekkert eitthvað endilega að brjálast yfir því að allir veitingastaðir hafi ekki ráð á því að útbúa fyrir mig matseðil á punktaleitri. Fattar hvert ég er að fara? Það er þetta sem ég skil ekki. Ég á bara svo erfitt með að sjá, af hverju, af því eins og með mig og bara mína reynslu skiluru, það er bara margt sem ég veit að ég mun ekki geta gert nema kannski ef það yrði, allir þyrftu að fara the extra mile til þess að koma mér þangað. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.